Nytjamarkaðir njóta sífellt meiri vinsælda hér á landi og einn þeirra að finna hér á Hvammstanga. Hann ber nafnið Nytjamarkaður Gærunnar. Eigum við ekki að líta inn? Nytjamarkaður Gæranna á Hvammstanga. Hvað eru gærurnar? Gærurnar eru hópur 8 kvenna sem að fá gefins dót og selja svo ódýrt og gefa svo afgang af raksturinn út í samfélagið. Hvernig kom svo hugmynd til? Já, það kom þannig til að við ætluðum að fara til Malmö, Svíþjóð, heimsækja vinkonu okkar og við ætluðum að ná okkur í svolítið skotasilfur eða bara gjaldeyri og taka til í bílskúrnum hjá okkur og selja einn dag. En þetta bara var svo vinsælt og síðan eru liðin allmörg ár og þetta er 9. sumarið sem við erum með. Nytjamarkað. Og þið komust til Svíþjóðar? Já. Og gærurnar heitum við af því að við byrjuðum í gærukjallara hjá kaupfélaginu. Við fengum þær inni í gömlum gærukjallara og þess vegna heitum við gærurnar. Þið eru ekkert svona sérstaklega að selja gærur þó? Nei, og við teljum okkur ekkert sérstakar gærur, þetta erum við alveg sérstakar gærur. En það gætir ýmis að krasa hérna. Og hérna, hvað er nú helst? Segðu mig nú helstu gersemar. Það er allt mögulegt. Það er mikið af leirtaugi og fötum, rosalega mikið af bókum. Já, það er bara allt af öllu hérna. Mikið af barnadóti. Ertu ekki með eitthvað sérstakt borð undir þessar gersemar? Jú, það er hérna til dæmis þetta hér sem við sjáum núna. Það er hérna ritverkin hennar Guðrúnar frá Lundi. Það eru gamlar hérna saumavélar. Er þetta Singer? Já, það er nú það. Já, flottar eru þær Já, allavega. það eru allavega mjög flottar. Og Carmen rúllur hérna. Það eru náttúrulega ómissandi. Já, þær eru sko ómissandi og allt þetta hérna, allar þessi gersemir og allir þessi listaverk hérna. Þetta er útsaumur, þetta er bæði eftirprentanir og málverk. Það bara ægir öllu saman hér og er bara allt til af öllu hérna, myndi ég segja. Það kemst náttúrulega bara í gott skap við að koma hérna inn. Þið eru líka svo skemmtilegar. Já, ég vona það að við löðum frekar að heldur en hitt. Segðu mér aðeins með hérna, hafið farið eitthvað út fyrir landsteinana eftir svona hlutum? Já. Nytjamarkaðurinn, við erum svo heppnar að Nytjamarkaðurinn býður okkur út að borða einu sinni á ári og eitt árið borðuðum við í Þýskalandi og þá vorum við svo heppnar að hitta hana Dagmar. Við kemurðum henni Dagmar. Við þetta bara googluðum henni á eftir og hittum hana Dagmar sem átti alveg fullt af dóti og við vorum svo heppnar að hún sendi okkur seinna sko fullt af gersurum, 10 kassa og það var hátíð og heilög stund til við tókum það upp. Sendi hún ykkur hingað? Já. Hún gerði. Akkur átti hún svona mikið að dóti? Já, hún er með markað úti í Þýskalandi og hún bauð okkur þetta nú allt saman fyrir lítinn pening en við höfum nú ekki tækifæri til að taka þetta allt með okkur heim. En hún sendi á eftir ykkur að þessa kall? Já, við vorum svo heppnar að það fór þýsk kona sem býr hérna, fór til Þýskalands á þessar slóðir og tók þetta með sér. Og er þetta eina sem er eftir? Já, þetta er eina sem er eftir. En mér finnst, sko, ég get nú ekki komist hjá því að sjá þennan rauðakjóli hérna. Er þetta kjólinn hennar Siggu Beinteins? Veistu það, ég held það, sko. Ég held það. Er þetta ekki svipað og hún var í, hérna í eitt lag enn? Með flotta blómur. Já. Hvað, er hann ekki á uppsprengdu verði? Jú, örugglega. Já, ég held að hann kosti 300 krónur. Já, hann er alveg á 300 krónur. Já, þannig og hér er fatasláin, það eru húsgögn, það eru hattar og kerti. Það er nánast allt nema matvara. En við höfum þó verið með rabarbara og sultu.
En þetta þið sagðu það, jú, fyrsta ferðin var nú farin til Svíþjóðar, til Malmö, en þið eru nú að gefa til góðra mála, það ekki? Jú, við styrkjum hérna ýmislegt, við styrkjum grunnskólan, tónlistarskólan, við gefum í allar safnanir sem þegar að fólk á eitthvað erfitt og bara og það hefur verið leitað til okkar með styrki og við reynum bara að styrkja það sem við getum og gefum út í samfélagið. Þetta fer allt út í samfélagið aftur. En við seljum hérna bara fyrir lítinn pening en það fer alveg ótrúlegt magn af vörum frá okkur. Og fólk er mjög velviljað og gefur okkur. Mjög velviljað. Er það mest hérna á svæðinu? Já, en við fáum samt annars staðar lengra að. En mest er það á svæðinu, já. En mottóið ykkar sem þið eru með hérna á jökkunum, þetta er afskaplega fallegt. Já, eins manns rusl er annars gull. Það er einhvernur okkar. Og það er svo gaman að sjá hvað fólk sér út úr hlutunum og getur sér annað notagildi, allt annað heldur en að hluturinn á sem við sáum. Það er svo skemmtilegt. Funduð þið einhverja breytingu eftir hrun að fór fólk að koma meira til ykkar þá? Nei, við byrjuðum 2007. Já, ég held að, já. Þið hafa nú ekki verið í tísku 2007? Jú, veistu það, strax, hrunið kom ekki til okkar, sko. Nei, það var ekki hér, það var fyrir sunnan, nei, það kom ekki norður fyrir Holtavörðuheiði, sko. Það var fyrir sunnan. Það kannski kemur skýringin. En segið mér þeir sem vilja nú koma til ykkar og líta hérna inn, hvenær hafið þið opið? Við erum með opið á laugardögum frá 11 til 4 og við tökum á móti dóti á miðvikudögum frá 5:30 til 5:30. Þannig að þá getur það komið og við erum með opið svona frá miðjum júní og fram yfir Verslunarmannahelgi. Já, og þá höldum við útsölu, allt á hálfprís. Já, hálfprís. Og þá losniði nú við eitthvað meira? Jú, sem betur fer þá gerum við það, því við þurfum að taka hér allt saman, alltaf, eftir hvert sumar. Þá þurfum við að taka allt og pakka niður, af því við vitum eiginlega aldrei frá ári til árs hvort að við höfum þetta húsnæðið ekki. Við erum búin að vera á 3 stöðum, síðan við byrjuðum. Þannig að þið þurfið eiginlega að fara að komast í varanlegt húsnæði, nú bara óskum við eftir því, ekki? Það væri óskandi. Það væri óskandi. En við viljum líka vera hérna í miðbænum á Hvammstanga, sentrúminu, því að þetta bara eykur á flóruna. Því hér eru kaffihús og restaurant og Selasetur Íslands og Bardúsa og Kaupfélagið og við viljum bara vera nálægt því. Þú bara talar eins og við séum í milljónaborg. Já. Við erum hérna í húsnæði sem er slátursalurinn, fláningssalur í Verslunar Sigurðar Pálmasonar. Við erum í því húsnæði. Véleiri á þetta núna og lánar okkur þetta endurgjaldslaust sem er bara þeirra framlag til samfélagsins. Glæsilegt og gaman að koma til ykkar og gangi ykkur sem allra best. Takk fyrir.